Í þessu vídeo ætla að sýna hvernig á að stofna launamann í netbókhald. Förum inn í laun, veljum starfsfólk, fáum lista yfir áður stofna starfsfólk og veljum stofna. Ég set inn kennitöluna hjá starfsmanninum og sæki gögn í þjóðskrá. Ég fylgi svo leiðbeiningunum eða athugasemdunum sem eru hér og set inn tölvupóstfangið og set starfsmanninn í lífeyrissjóð. Fyrirfram útfyllt koma tölunar sem launamaðurinn greiðir sjálfur og þessi launagreiðandinn ber að standa skil á. Ég ætla að setja viðkomandi starfsmann í Eflingu og skrái inn tölunar fyrir það. Aðrar forsendur er auðvelt að eiga við. Hér er persónuafsláttur skráður á 100% og 0% í persónuafslátt maka. Algengt er að starfsfólk vilji láta flytja sig með skattþrep og með því að setja inn 370.000 og þá er ég það vil að flytja starfsmanninu inn í skattþrep 2. Mánaðarlegt meðlag, treyja á launum, það get ég sett hér og hér get ég ákvarða hvort það skuli reikna skatt af ökutækjastyrk og dagpeningum. Ég get skipulagt fram í tíman hvort það skuli draga einhver opinber gjöld á starfsmanninum, til dæmis að það átt að draga á honum í september, þá get ég sett upp þarna hér. Ég get líka ákvarðað frávik í persónuafslætti með því að setja til dæmis hér í júní, ef starfsmann verður ekki við störf, get ég sett inn 0% hér og svo get ég eins gert við persónuafslátt maka. Horfum hér nú upp, föstu launin get ég ákvarðað hér og set viðkomandi starfsmann á 500.000 í næstu reiti, tímakaup og eftirvinnu, næturvinnu, bónus, ála 1 og ála 2 get ég ákvarðað taxtann í hverjum lið fyrir sig. Ég get sett inn fasta upphæð fyrir ökutækjastyrk, hlunnindi og bifreiðahlunnindi og ákvarðað bankareikning sem á að leggja launin inn á. Varðandi orlofið get ég ákvarðað hvort það greiðist inn á bankareikning eða sé greitt út en 10,17% kemur hér fyrirfram útfyllt og auðvelt að breyta þessu. Þá er starfsmann klár, ég veist að breytingarnar er hér með yfirliti yfir starfsmannin og auðvelt er að lagfæra og breyta. Því réttari sem upplýsingarnar eru, því auðveldara er launakennslan en það er sýnt í öðru vídeói. Takk fyrir.